Björn Þór Hrafnkelsson, 11 ára drengur úr Vogum, vann til 2 verðlauna í nýsköpunarkeppni grunnskólana á dögunum. Verðlaunin fékk hann fyrir hugmynd sína sjálfvirkan gluggaopnara fyrir ketti. Opnarinn fékk heitið Murrin X eftir kettinu Murra sem býr hjá Birnu og fjölskyldu. Björn hlaut önnur verðlaun í sínum aldursflokki og Guðrúnabikarinn sem var veittur þeim hugmyndasmið sem talinn var hafa skarað fram úr fyrir hugmyndaríki, dugnað, kurteisi og samviskusemi. Ég og pabbi vorum bara að reyna að finna einhverja hugmynd og svo sagði hann en hvað eitthvað fyrir dýr, sagði pabbi. Og ég sagði, og þá horfði ég á köttinn minn og þá var ég alveg svona, hvað með gluggaopnara fyrir ketti og þá byrjaði þetta svona alltaf að koma. Er hann stundum í vandræðum með að fara út, kötturinn? Já, hann hoppar alltaf upp í glugga og mjálmar þannig að ég kem og opna fyrir honum. Og heldur að þetta verða veruleika hjá okkur? Búið til? Ég er búin að segja það á sjónvarpi að við ætlum að búa til og já, hér og á RÚV þannig að pabbi verður að gera það. Þetta á að vera svona pumpa en ég fann ekki neitt betra heldur en þetta. Og svo er þetta stýribox með skynjara en þetta virkar ekki í alvörunni. Og þegar kötturinn kemur á gluggakistuna sem er hérna, þá skynjarinn að ólinn sem kötturinn er með er nálægt og þá opnast glugginn og þá getur kötturinn farið út. Og þetta er, held ég, við stýrum ég og pabbi ætlum að búa þetta til og við ætlum kannski að láta pikkarúgefa stýra þessu sem er mjög svona kubbur sem bara prógrammar inn í. Og já, það sendir bara skilaboð hingað og lætur það opna og svo á að vera svona mót, svona stillingar, svona köttur má fara inn en ekki út og eitthvað þannig dót. Og svo er hægt bara að opna gluggana því að þú veist, gluggar eru þannig að það væri svolítið ömurlegt að það væri ekki hægt að opna og þannig, já. Og það verður bara stýrt með einhverju prógrami. Alls bárust 1750 hugmyndir í keppnina og voru 27 valdar til þáttöku í úrslitakeppni. Það var því mikið afrek bara að komast í úrslitakeppnina. Það kom Birni svo skemmtilega óvart að vinna til 2 verðlauna en það var forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, sem afhenti verðlaunin. Ég var eiginlega sáttur við að fá bara fyrstu verðlaunin og svo þegar Ólafur Ragnar Grímsson sagði annað sæti fyrir 5. bekk fer til Björn Þór og ég var bara ógeðslega hissa og og já, það kom mér svolítið óvart. Ég hélt ég væri bara búin að vinna, þú veist, og ég var mjög sáttur fyrir það en gaman að fá líka annað sæti. Þannig að það hefur verið forsetinn sjálfur sem afhenti verðlaunin? Já, það var mjög fyndið að sjá einhvern í raunveruleikanum sem að sér bara í sjónvarpinu eða eitthvað þannig. Og heilsa honum með eitthvað. Í nýsköpunarvinnunni hefur Björn fengið góða leiðsögn frá pappa sínum. Ég og pabbi erum svona aðeins að byrja að búa til, svona fikta aðeins í vírum og eitthvað svona. Byggum við þess til svona skynjara sem er með svona, þetta á að vera svona fake sprengja, þá er skynjara á þessu og þá labbar maður hjá, hann byrjar að telja niður, tíðinni svona og mjög fyndið bara. Skemmtilegt. Og þegar Björn svo spurður hvað hann ætla að verða þegar hann verður stór, þá stendur ekki á svarinu. Forritari eins og pabbi minn. Sem er eiginlega í ættinni. Afi minn var forritari og pabbi minn var forritari af því að hann var forritari og þá ætla ég að vera forritari. Mér finnst það bara skemmtilegt, eða sé bara að það sé skemmtilegt. Ertu eitthvað byrjaður að forrita? Ég var svona pingu en nú er ég meira í svona dóti. Einhverju. Og hvar ertu að smíða þetta? Ég er bara örugglega í bílskúrnum með pabba mínum. Ég kann ekki allt. Er hann þá að hjálpa þér? Já, hann mun hjálpa mér mjög mikið því að ég er svona nýbyrjaður eiginlega að fikta.